þá næst komið að 15. á dagskrá, það er lokun fangelsins á Akureyri. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér til umræðu ákvörðun dómsmálaráðherra að loka fangelsinu á Akureyri frá og með deginum í dag. Mér langar til þess að fara aðeins yfir málið í stórum dráttum. Þann 7. júlí síðastliðinn greindi dómsmálaráðuneytið frá því á vef sínum að loka ætti fangelsinu á Akureyri og að tilgangurinn væri margþættur eða eins og segir á vefnum með leyfi forseta. Með lokun fangelsisins er hægt að nýta fjármuni á mun betri hátt en kostnaður við hvert fangapláss á Litlahrauni og á Hólmsheiði er mun lægri en á Akureyri vegna samlegðaráhrifa við önnur fangelsi. Ávinningurinn af því að loka fangelsinu á Akureyri er margþættur. Boðunarlisti og fyrningar refsinga geta lækkað, betri nýting á afplánunarrýmum og unnt verður að mæta hagræðingarkröfum á milli ára. Þennan sama dag, það er 7. júlí, var yfirstjórn embættis lögreglustjórans á Norðurlandi eystra tilkynnt að frá með 31. júlí yrði fangelsinu á Akureyri lokað og 5 fangar verði fengu uppsagnarbréf. Í kjölfarinu fengu bæjarfulltrúar fund með ráðherra og lögreglustjóra þar sem ákvörðunin var harðlega mótmælt. Á fundinum var farið yfir rökstuðning ráðuneytisins sem og áhyggjur lögreglustjóra. Á fundinum kom meðal annars fram að ef við lokum fangelsins yrði þá hefði það gríðarleg áhrif á löggæslu á Norðurlandi eystra sem ekki hefði verið tekið tillit til. Þegar þessum fundi lauk sammæltust aðilar að málið yrði skoðað frekar og aðilum haldið upplýstum og stefnt á að funda aftur. Ráðherra frestaði síðan ákvörðinu til 15. september og með bréfi dómsmálaráðuneytisins 10. júlí var þess farið á leit við embætti ríkislögreglustjóra að embættið geri sjálfstæða úttekt og skila áliti á áhrifum lokunar fangelsins á Akureyri á starfsemi lögreglunnar. Í bréfinu kom meðal annars fram með leyfi forseta að ástæða beiðninnar væri fullyrðingar lögreglustjórans á Norðurlandi eystra í minnisblaði þess efnis að áhrifin af lokun fangelsisins væri gríðarleg og fullyrt að engin hagræðing yrði af slíkri ráðstöfun. Þar sem aukakostnaður lögreglu við að gæta fanga í klefum yrði svipaður og fyrir lokun eða hartnær 100 milljónir. Frá því fyrir aldamót hafa verið 5 lögreglar á útkallsvakt á Akureyri. Eftir hrun 2008 fækkaði þeim 1 og voru því 4 lögreglumenn á útkallsvakt. Lengi var barist fyrir fjölgun þeirra á ný í 5 og það varð úr árið 2016. Krafa núna er að á Akureyri sinni 7 lögreglumenn útkallsvakt. Aðalvarðstjóri geti verið inni og 3 bílar úti. En Akureyri sinni sveitarfélögunum í kring og þjóðvegunum. Í beiðni dómsmálaráðuneytis til ríkislögreglustjóra kemur fram að embættið eigi að kanna hvort rökstuðningur sá sem fram kemur í minnisblaði lögreglustjórans á Norðurlandi eystra standist og þó svo væri hvort ekki væri hægt að fara hagkvæmari leiðir. Við bæjarfulltrúar höfum nú fengið álit ríkislögreglustjóra sent til okkar og þar kemur meðal annars fram með leyfi forseta. Lögreglan á Norðurlandi eystra líkt og önnur lögregluembætti landsins glímir við manneklu. Embætti ríkislögreglustjóra áætlað mannaflaþörf lögreglu árið 2013 og niðurstaða þingnefndarinnar var að fjölga þyrfti lögreglumönnum 236 og áætlaði embætti ríkislögreglustjóra í kjölfarið að mannaflaþörf lögreglu fyrir árið 2013 væri 860 stöðugildi. Þar var mannaflaþörf fyrir Norðurlandi eystra talin vera viðbót sem nam 20 stöðugildum, 14 vegna almennrar deildar og 6 vegna rannsóknardeildar. Hlutfall lögreglumanna á hverja 1000 íbúa er 1,7 lögreglumenn sem er með því lægsta á landinu. Þar segir hér á Norðausturlandi. Þá segir einnig með leyfi forseta, fram kom hjá lögreglustjóra Norðurlandi eystra að krafa embættisins nokkurt skeið hefði verið að 7 lögreglumenn gengju vaktir og sinntu útköllum á Akureyri og nærsveitum. Auk þess að vera styrkur við aðrar starfsstöðvar þar sem til dæmis væri ekki sólarhringsvakt lögreglu. Ef af þeirri bætingu yrði og fangelsinu lokað væri ásættanleg niðurstaða að 3 mönnum yrði bætt við hverja vakt sem þýðir 12 stöðugildi. Þegar samlegðaráhrif þess að hafa fangelsi í nábýli við lögreglustöðina eru skoðuð,
þá kemur fram í áliti ríkislögreglustjóra með leyfi forseta að almennt hefur samstarf lögreglu og fangelsyfirvalda á Akureyri gefið góða raun og verið lofað. Auk almenns hagræðis sem hlýst á samstarfinu, svo sem samnýting húsnæðis og starfsmannaaðstöðu, má telja helstu rekstrarlegu kostir lögreglu vera að starfsmenn fangelsins sinna því fólki sem lögreglan vistar í fangaklefa lögreglustöðunar. Þannig getur lögreglan nýtt mannafla í þágu annar löggæsluverkefna og eða í útkallsvakt fremur en að binda 2 lögreglumenn við fangavörslu. Helsti ábæti fangelsisyfirvalda að framangreindu samstarfi er að staðsetning fangelsins gerir kleift að fá aðstoð lögreglu með skömmum fyrirvara ef á þarf að halda. Þá má ætla að næturvakt fangelsins yrði ella ekki mönnuð með einu starfsmanni fangelsismálastofnunar enda fangar oft á tíðum undir áhrifum hugbreytandi efna sem getur krafist betri vöktunar. Í áliti ríkislögreglustjóra eru síðan setta fram nokkrar leiðir til þess að bregðast við lokum fangelsisins. Leið 1, þar sem ekki er gert ráð fyrir ráðningum aukamanskaps, heldur auknu álagi mætt með aukinni yfirvinnu. Aðilar eru reyndar sammála að sú leið sé ekki fær, meðal annars vegna mikillar yfirvinnu í núverandi fyrirkomulagi. Leið 2 felur í sér möguleg viðbrögð við stöðu mála ef reynt er að bregðast við því með að fjölga starfsmann á vakt í staðinn fyrir þann starfsmann sem hverfur á brott, það er að segja starfsmaður fangelsins. Í þessu felst viðbót 4 starfsmanna eða einum á vakt. Munur á A og B leið er að í A erum við að tala að bæta við lögreglumanni en í B fangaverði, en sú leið var líka útilokuð. Helstu styrkleika leiðar A væru að hún myndi styrkja lögregluna á Norðurlandi eystra þegar engar vistanir væru, unnt að viðhalda núverandi þjónustustigi og öryggistigi, auka möguleika lögreglunar á að sinna frumkvæðislöggæslu þegar engin vistun er. Þessum styrkleikum var reyndar mótmælt að hálfu lögreglunar. Helstu veikleikar þessar leiðar eru hins vegar þeir að leið A hefur í för með sér sambærilegan kostnað fyrir ríkissjóð og ætlað er að ná fram með hagræðingaráðstöfunum með lokum fangelsis á Akureyri. Þá komum við að leið 3, en hún felur í sér að stuðst er við mannaflaþörf lögreglunar þar sem löggæsluáætlun fyrir árin 2019 til 2023 er hafið til hliðsjónar. Í þessu felst viðbót 8 starfsmanna þannig að 7 lögreglumenn verða á hverri vakt í stað 5. Helstu styrkleika þeirra leiða væru að hún styrki lögregluna á Norðurlandi eystra, auki þjónustu og öryggisstig og unnt verður að sinna frumkvæðislöggæslu óháð vistun í fangageymslu. Helstu veikleika leiðarinnar eru hins vegar þeir að aðgerðin er kostnaðarsöm fyrir ríkissjóð og hefur í för með sér mun meiri útgjöld en hagræðingaráðstöfun með lokum fangelsisins á Akureyri er. Þegar ráðuneyti tilkynnti endanlega ákvörðu sína að loka fangelsinu á dögunum voru samhliða setta fram upplýsingar aðgerðir sem farið var í á síðustu misserum og þessi framsetning er að mínu mati einhverju leyti til þess fallin að villa fyrir almenningi eða í það minnsta er þarna gerð tilraun til þess að fegra hlutina. Það er látið í það skína að verið sé á stórefla þjónustu lögreglu á sama tíma og fangelsinu er lokað. Framsetningin var eftirfarandi með leyfi forseta. Embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra verður nú þegar styrkt 4 stöður lögreglumanna til að sinna almennri löggæslu í umdæminu. Er að ræða styrkingu sem nemur 60 milljónir króna á ári. Þessi efling embættisins kemur til viðbóta þeirri 35 milljónir króna styrkingu sem kom til vegna fjölgunar ferðamanna á árinu 2019, 25 milljónir króna vegna hálendiseftirlits og 33 milljónir króna vegna landamæraeftirlits á Akureyrarflugvelli. Þá er tekið fram að fjölga eigi 1 sérsveitarmann og að þeir verði þá 2, en í því sambandi er rétt að hafa í huga að þeir voru 4 hér á Akureyri á árunum 2005 til 2015, en var síðan fækkað jafnt og þétt þar til aðeins 1 var eftir. Lögreglustjóri Norðurlands eystra þótti ástæða til þess að setja inn á síðu sína að tilefni þessa, með leyfi forseta, að fjárframlag sem komið hafa til embættisins á síðustu árum vegna fjölgunar ferðamanna, hálendiseftirlits og landamæraeftirlits eru vel nýtt og komu ekki til vegna lokunar fangelsisins heldur af annarri löggæslu þörf.
Samkvæmt minnisblaði Fangelsismálastofnunar til dómsmálaráðherra lokun fangelsisins á Akureyri rekstrarkostnaður fangelsisins það bil 100 milljónir króna á ársgrundvelli, miðað við eðlilegan rekstur og meðal nýtingu 70–80%. Með lokun fangelsisins ráðgerir Fangelsismálastofnun að ná fram sparnaði sem nemur 65 milljónir króna á ársgrundvelli. Í niðurstöðum álits ríkislögreglustjóra kemur fram, með leyfi forseta, að vegna þessa samstarf sem viðhaft hefur verið við Fangelsismálastofnun við framkvæmd og rekstur fangaklefa lögreglu ljóst að lokun fangelsisins á Akureyri getur haft mikil áhrif á starfsemi lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Ef ekki brugðist við með aukinni fjárveitingu vegna þess aukins kostnaðar og aukinna verkefna sem lögregla verður fyrir vegna vistunar í fangaklefum. Niðurstaða ríkislögreglustjóra því sú að vænlegasta leiðin til að mæta tilhögun Fangelsismálastofnunar lokun fangelsis á Akureyri sé annars vegar að fjölga í lögregluliðinu að lágmarki 4 lögreglumenn til þess að mæta þeim fjölda innsetninga vegna réttarvörsluverkefna sem fangaverðirnir hafa sinnt til þessa. Hins vegar verði tryggt að fullnægjandi gæsluvarðhaldaðstaða sé til staðar á Akureyri og að leita verði samstarfs við Fangelsismálastofnun samstarf þegar gæsluvarðhald að ræða. Í stuttu máli mætti því segja að verið að leggja niður fangelsisþjónustu og 5 störf í fangelsinu og bregðast við því með því að bæta við 4 í lögregluliðið til þess að sinna mögulega sömu föngum. Þannig að á svæðinu fækkar störfum og þetta gert á sama tíma og stjórnvöld hafa það á stefnu sinni að fjölga opinberum störfum á landsbyggðinni. Allt í nafni hagræðingar. Við getum sennilega reiknað okkur öll á suðvesturhornið og eða erlendis einhvers. Fjárhagsávinningur virðist reyndar engin vera og gera má ráð fyrir að töluverðu óhagræði þegar kemur að gæsluvarðhaldsmálum. Ég ætla að láta þetta duga að sinni og ætla að lokum að lesa upp bókun bæjarstjórnar sem fylgir þá þessu máli. Hún hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar lýsir yfir miklum vonbrigðum með þá ákvörðun dómsmálaráðherra að loka fangelsinu á Akureyri. Það veldur einnig vonbrigðum að ekki skuli hafa verið haft samráð við bæjarstjórn áður en ákvörðun lá fyrir. Fjölgun 4 stöðugildi í lögreglunni nú í kjölfar lokunar í raun lágmarks viðbragð til þess að gera í lögreglunni kleift að sinna hlutverki sínu samkvæmt áliti ríkislögreglustjóra. Það hefur komið fram í samtölum við lögreglunni á Norðurlandi eystra að það þurfi að bæta við minnst 6 stöðugildum til að efla löggæsluna í kjölfar lokunar. Það rétt að löggæsla á Norðurlandi eystra hafði verið efld með tilkomi fjármagns til að sinna hálendisgæslu og landamæravörslu en það hefur ekkert með lokun fangelsisins að gera. Sú aukning kom til vegna ærinna verkefna sem lágu fyrir og það sama á við fjölgun í sérsveitinu 1 stöðugildi þannig að þau eru nú 2 sem algjör lágmarksmönnun. Það kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis fjárreiður, stjórnsýslu og stjórnarhætti ríkislögreglustjóra sem lögð var fram á þessu ári að árið 2018 voru 1,7 stöðugildi lögreglumanna á hverja 1000 íbúa í umdæmi lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Það hlutfall var með því lægsta sem gerist á landinu og breytist lítið þrátt fyrir fjölgun stöðugilda nú 4. Eftir þessa fjölgun eru 56 föst stöðugildi lögreglumanna í stað 52 áður sem þýðir að það verður 1,8 stöðugildi á hverja 1000 íbúa sem áfram með því allra lægsta sem gerist. Þessi staða að öllu óásættanleg og því hvetur bæjarstjórn dómsmálaráðherra til að bregðast við og bæta við minnst 6 stöðugildum við embætti lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttur kærlega fyrir ítarlega og góða samantekt. Það alls margt í þessu máli sem fær mig að minnsta kosti til þess að hugsa og velta vöngum ótrúlegustu hluti. Í fyrsta lagi gagnlegt að fara í gegnum þá yfirlýsingu sem kom frá dómsmálaráðuneytinu og reyna að þýða hana og skilja hana. En svona við fyrsta lestur þá hljómaði yfirlýsingin eins og verulega styrkingu á embættinu væri að ræða.
og því mikilvægt að kafa ofan í hvað hlutirnir þýða raunverulega. Auðvitað sorglegt að vita til þess að við séum með svona fáa lögreglumenn per íbúa og við bætist auðvitað þetta gríðarlega landflæmi sem við búum í þessum fjórðungi. Ég er líka að hugsa yfir því að á tyllidögum svolítið rætt það hvort að Akureyri hinn nýja borg sem að Ísland gæti að horft til þess að byggja upp og í öllu samhengi byggðastefnu á Íslandi að þá þyrftum við að ef að það stefnan, þá þarf hún að ná í gegnum alla málaflokka í öllum tilfellum. Það margt smart við að vera með borg en eitt líka að hafa hreinlega fangelsi. Það líka verið að horfa mjög mikið til þess að hafa jarðskjálfti, góðu gestir, það jarðskjálfti. Ég held þetta sé bara til að undirstrika það sem ég var að segja mikilvægi þess að Akureyri verði borg hið fyrsta. En sem sagt, að horfa til þess að hér sé fangelsi en ekki síður vegna þess að það í raunin innan dómsmálaráðuneytis eins og hjá dómsmálaráðherra mikilvægt verið að vinna mikilvægt verkefni varðandi það að stytta boðunarlista og það líka verið að horfa til hálfopinna fangelsa og áfangaheimila sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt verkefni samfélagsins. En það þýðir í rauninni samt að það engin fangi sem að getur verið í því nema ekki á þessu svæði. Þannig að ég tel að í kjölfarið þurfa að ræða, í fyrsta lagi finnst mér að það eigi að vera fangelsi hérna, í annan stað ætti að vera leiðir til þess að vera annarkvort í hálfopnu fangelsi eða áfangaheimili og að það þurfa að taka pólitíska afstöðu til þess að byggja hérna upp borg þannig að þurfi ekki í hvert einasta tilfelli að fara í gegnum það og sjá með því hvernig það raungerist að eina alvöru byggðastefnan á Íslandi að það borgarstefna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sinni, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka frú forseta Höllu Björk fyrir mjög ítarlega yfirferð á þessu máli hér áðan. Og það í sjálfu sér ekkert miklu við þetta að bæta. Það alveg morgunljóst að það verið að bregðast við þessari lokun fangelsins sem óásættanleg með öllu, með svona lágmarks viðbragði. Og það liggur alveg fyrir að þjónusta lögreglunnar verður að hluta til skert eftir þetta, hvernig svo sem á málið litið. Og það líka óásættanlegt og þess vegna það sem að hér verið að hvetja til þess að það verði bætt við að minnst 2 stöðugildum til viðbótar við þessi 4 svo að lögreglan geti þá allavega sinnt sínu hlutverki með nokkrum sóma. En það líka legið fyrir eins og kom fram í máli forseta hér áðan að frú forseta að það þyrfti að bæta fleiri stöðugildi við svo að væri hægt að hafa 7 menn á vakt sem talið ákjósanlegasta staðan svo að lögreglan geti þó allavega sinnt sínu hlutverki. En við erum ekki að fara fram á það, að það verði bætt við alltaf 12 stöðugildum. Við erum að fara fram á það að það verði allavega horft til þess að það sé ekki verri þjónusta eftir en fyrir. Og þess vegna bara hvet ég aðila til þess og þá sem einhverju ráða að hlusta og það raun og veru líka óásættanlegt í öllu þessu ferli að það skuli ekki vera haft meira samráð við bæjaryfirvöld á Akureyri og lögreglan á Akureyri heldur en virðist hafa verið í þessu máli. Og þetta ekkert einsdæmi. Við erum að sjá þetta í allt of mörgum tilvikum það sem ríki á í hlut gagnvart sveitarfélög, því miður. Og þessu þarf að linna. Það þarf að fara aðra leiðir og það þarf að vinna þetta inn í einhverja sátt þannig að það verði ekki þessi upphlaup. En það skal þó virða það að dómsmálaráðherra gaf sér tíma til að hugsa máli en það sáum það þegar hún kom hér og átti við okkur viðtöl þegar að þetta lá fyrir í fyrra sinnið að þetta var ekki alveg að ganga og brást þó við með þessu en
við teljum að það þurfa að gera betur. Ég ætla svo ekki að hafa þetta lengra en þetta er óásættanleg niðurstaða með öllu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu orðið Þar sem fleiri hafa ekki hvað til hljóðs þá segir þessu máli lokið.